Til okkar kominn Sigurbjörn Ari Sigurbjörnsson, markaðsstjóri Nova. Sigurbjörn, byrjum á því til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Hvernig þú markaðsstjóri og ég held sér fyrsti markaðsstjórin sem bara fáum við viðtal til okkar ever sem áhvert. Við höfum verið forstjóri á miðar og það er gaman að kafa þess núna í marketing þá kom Brandur aftur fyrir að styðja hana þátt. Hvernig fyrir markaðsstjóra að vinna svona velun? Það náttúrulega, þú veist, mikill heiður, klassíkin, skilur við. Nei, bara mikill heiður að fá að taka við því fyrir hönd teymisins, af því að þetta ekkert bara eitthvað markaðstarf að fá þessi verðlaun. Þetta náttúrulega bara vinna sem búið að byggja hana frá upphafi af teyminu sem er upprunalega í Nova og teymi sem við erum náttúrulega bara einfallega að reyna að ramma þetta inn. Besta vörumerki vinnustaðar, þetta náttúrulega nýr flokkurinn hjá Brandir sem að mér finnst bara ótrúlega flott að þeir sé að taka utanum og allir við taka þetta í fyrra, náðu ekki en lofuðum okkur að við myndum koma tilbaka og mikið vorum við glöð að ná að taka þetta í þetta sinn. Já, til hamingju. Takk fyrir. Þið vinnið ekki bara sterkt vörumerki út af við heldur líka vörumerki vinnustaðar og það er eitthvað sem er svo áþreifanlegt og maður finnur það bara horfandi utanfrá, hvaða mikill kúltúr þarna. Hvenær verður vinnustaður alvöru vörumerki? Sko, við höfum alltaf sagt vörumerki á að endurspegla vinnustaðin og vinnustaðurinn á að endurspegla vörumerki og kúltúrin sérstaklega. Og við erum náttúrulega nokkuð lánsum að búa við brand sem að endurspegla algjörlega kúltúrin sem er stærsti skemmtistaður í heimi. Og það fyrst og fremst lögð mjög mikil áhersla á það að ráða inn kúltúrfitt. Þannig í grunninn verið að horfa til þess að búa til rosalega sterkt teymi. Og verandi í þjónustu business að þá starfsfólkið okkar, þá snýst þetta að starfsfólkið okkar varan okkar. Við erum að þjónusta þig þegar kemur að fjarskiptum. Og við gerum það mjög mikið að draga fram Nova teymið eða starfsfólkið mikið fram í markaðsefni. Þannig fyrsta sem þú sér þegar þú kemur inn á vefin okkar eða aðra snertifliti það að við erum með stórar teymismyndir og leggjum mikið upp úr því að fagna öllum sigurum og leggjum mikið upp úr því að byggja undir þetta keppnisskap sem við sýnum mikið á samskiptarásunum okkar. Þannig að í grunninn snýst að búa teymið, rækta hennan kúltúr, setja ógeðslega mikla vinnu í það og það eitthvað sem að ég myndi alveg vilja taka utan að það kemur bara alls ekkert að sjálfum sér. Þú veist, við plönum kúltúrmál og innan hús dagskrona jafn mikið og við plönum Excelin og bara leggjum mikla áherslu á það og miðlum við síðan út af við. Já, sko það sem mér finnst áhugavert í Nova, burt segja frá því að Sigurbjörn markaðsstjóri Nova segja okkur að það lífsreynslu út af fyrir sig að tala við fólk sem að bæði starfar í Nova og bara hefur einhvern tíma starfa hjá Nova því að þetta eru bara einhverju bestu sölumenn í heimi. En ég hef aldrei hitt einstakling sem að hefur starfað hjá Nova sem talar bara ekki að segja bara besta fyrirtæki í heiminum sko. Akkurat. Nei, ég minnist þess alltaf þegar ég var nýbyrjar og kemur vinur minn upp á mér og spyrir mig alltaf svona gaman í Nova er svona skemmtilegt gerða með gæsalöppum og ég var þá nýbyrjaður og svona ég held það sko en það bara hvað það komið mikið á óvart þegar ég var búin að vera hann í nokkra mánuði að fyrsta lagi sko fannst mér eins og ég væri komin heim þú veist, ég var loksins bara í kringum fólk sem væri bara allir mjög svona á mjög góður íslensku like-minded sem svona undirstrika partin sem ég að segja með þannig að það lagt ógeðslega mikla áherslu á ráða inn út frá kúltúr. Þú veist að þú ert með fólk sem líkt þengjandi þarna innanhús og ég get svo sannarlega undirstrika núna að það svona gaman hana og það ekki, þetta er ekki kreistingur. Nei. Það bara lagt ógeðslega mikla áherslu á það sem ég nota alltaf orðið bara leikgleðina og þið þekkið þetta bara sjálfir, þú veist, hvort sem það í íþróttum eða öðru, að þú ert að njóta leiksins, þá performaru langt best. Og jafnframt þegar þú ert í bransa, það sem að þarf bara að vera stöðug áhersla á sömu hlutina, þjónustu, sölu og hvað annað, í smá svona, þetta getur náttúrulega verið bara Groundhog Day, að þá skiptir ógeðslega miklu máli að gera það skemmtilegt. Og þá hægt að setja keppnisskap í þetta og þetta svona hringar á svo milli leikgleðinar og keppnisskapsins. Þetta merkilegt sem þú segir með hvernig fólkið like-minded og þú ert að leita eftir ákveðnum kúltúr í fólkinu í Nova.
Setjum sem svo að ég sé hérna mættur í viðtal, langar Mhm. endilega að starfa fyrir Nova. Hver er þetta að leita í mér? Hvað er það sem passa svona vel? Keppnisskap eða... Við höfum svona við höfum sagt að við viljum við viljum að liðsfélagar okkar séu samskiptaklár Flott orðalega, liðsfélagar, já, þeir eru öll í saman og ég get aðeins koma inn á það, þú veist, við horfum mjög mikið til íþrótta líka hvernig við stillum upp hlutunum að því að ég ætti kannski svara spurningunni fyrst, en þú veist, við horfum að fólk sé samskiptaklár samskiptaklárt og fólk sko horfi á þetta út frá liðsheild og við notum hérna enginn gera neitt ein þú veist, þetta snýst ekki bara um mig, þetta snýst um okkur og vera meðvituð að þú gerir ekkit neitt bara einn fjarlægja þess egoið og síðan segjum við alltaf hungruð aldrei sött og það er svolítið svona þessi drifkraftur, metnaður og þegar þú setur þetta saman þá ertu komin með eitthvað sem er bara hérna keyrandi af krafti að blásundir liðið og er samskiptaklár og getur ávarpað veist, góðu hlutina jafnt sem erfiðu hlutina það er hérna þessi 3 hlutir sem að skapa hérna svona ideal team player og talandi hérna liða myndlíkinguna þá höfum við alveg sagt það, þú veist, við erum ekki fjölskylda í Nova og hérna gleymi ekki þegar ég var sjálfur nýbyrjar og sagði, já við erum hérna ein fjölskylda og bara, wow, red flag sko það er nefnilega oft þannig í fjölskyldum þekkir þetta margir að þá er oft hluti sem er ekki ávarpaðir, já, þessi frændi er svona við leifum honum bara vera í partíum hann er svolítið drikkveldur hann er svolítið drikkveldur og við ætlum að sópa þessu máli til teppi það sem er best geimt nei, en þess vegna tölum við að bara við erum bara eins og hvert hann lið, hvort sem að sé handbolti, fótbolti eða annað, liðsíþrótt það sem þú þarf bara að geta sagt við einstakling hvað þarf að bæta við getum talað opinskátt hvað má gera betur og vera ógeðslega duglega líka að upphefja það sem er gott af því það skiptir bara ógeðslega miklu máli í þessari hringrás sem það er að hafa gaman og að keppa þú veist, að hvetja og undirstreka hvað er gott og framt ávarpa það sem má gera betur ef maður reynir að vera devils advocate þá ímynda mér að segja ykkur leiðilegur gaman hlustandi að hlusta allir hlustandur okkar er þetta skemmtilegir en hugsa bara, rosa gaman hefðum svo alltaf að hækka reyningi minn skilur, er happy hour 17 sinni viku hjá okkur og alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi eða er þetta bara slagur? Nei og síðan heyrum að þetta svo oft svona frá þeim sem að reyna að taka ykkur högg sko, þetta er bara skemmtist að það er enginn að pæla í hlutunum sko, en þetta er að sjá sérfræðingarna sem eru að keyra upp ef við tölum bara þú veist innviðina það eru alvöru sérfræðingar í þeim pakka og síðan þú veist, við komum að þessum skemmtist að það sem við erum náttúrulega bara rækta þar er að við erum með rosalega stórt teymi af fólki í þjónustu sem þarf á hverjum degi að mæta og svara í síman erfið mál oft með bros á vör, þú heyrið að þú ert að tala við einhvern í síma sem er með bros sko það er það sem við erum að rækta með skemmtistæðnum og jú, er alltaf bara eitthvað svona hugsunleysi eða eitthvað er þetta fólk ekkert í vinnunni? Er það ekkert í vinnunni? Nei, þú veist það, hvað maður að segja auðvitað tökum við utanum í sýnileika þegar við erum að gera eitthvað skemmtilegt sem er alltaf bara hluta af því að vera með sterkt employer branding eða vörumerki vinnustæðar en á sama tíma er þannig fólk að baki sem er ótrúlega hæft og að vera með vinnustæð sem er með svona gott orðspor náttúrulega skapar grunninn, algjörlega grunninn í að fá hæfileika fólk til okkar og við sjáum það algjörlega bara að Nova er mjög eftirsóttur vinnustæður og það skiptir öllu máli. Já, sko, ég man bara við erum nú ekki gamlir leifur en Sigurbjörn svipum aldrei á við, ég man bara þegar Nova var að koma á markaðin, stærsti skemmtistæður í heimi sko, hvað er þetta mörg ár síðan að Nova var stofnað? 2007 einmitt á því harjans ári sko. Hvernig finnst þið vörumerki hafa þróast á þessum tæmum 20 árum? Mér finnst þið búin að vera dálítið mikið í takt svona, og haldið ykkur við ykkar. Vörumerki hefur þróast helling. Nei, en á sama tíma, eins og þú segir, jú, þú veist, það er þessi samfella af því að skora á, af því að vera öðruvísi, þú veist, Nova hefur frá upphafi lagt upp úr því
að gera eitthvað öðruvísi. Þetta var áskorandi á markaðinum til að byrja með og þegar þú ert með hérna á þeim tíma 2 stóra risa og eitthvað challenger á markaðinum, þá þarftu bara einfallega að gera hlutuna öðruvísi til þess að hérna, vekja athygli og það er svona þessi hlutur sem að hefur verið samfella í frá upphafi og það er líka bara áskorunin núna í dag að halda áfram í þetta þegar Nova er með, þú veist, þriðjung af fjarskiptamarkaðinum, einstaklingum þegar kemur að farsíma að þá er það bara ansi hérna, snúið. Já, telur að sterkt vörumerki hjálpa ykkur að fá enn hæfara fólk til starfa? Ja, bara engin spurning, þú veist, við sjáum það bara alltaf og þú veist, og það skiptir ekki bara mála að fá margar umsóknir, það skiptir mála að fá réttu umsóknir og við erum bara í ferli núna þess að við erum að sjá þetta nákvæmlega gerast. Já, þú kemur náttúrulega áhugaverðan punkt að því að þú segir, þetta var kannski orðindóldi stanaði markað, þetta með Síman og Vodafone sín, áskorða markaði er orðinni þriðjungs markaðslutin núna, er ekkert erfitt að selja sig út af við sem einhvern áskoranda núna að því þeir eru bara orðinni settled eða hvað? Jú, auðvitað sko, ég segi ekki jú við þessi erfitt, en ég meina það er bara alltaf áskorun að vera að finna nýja vinkil á hlutina, því það er það sem felst í því að vera áskorandi og það helst náttúrulega bara í takt líka við tækni nýjungar sem eru komin að markaðina hverju sinni, hvort sem að séu, þú veist, 9G, 3G, 4G, 5G eða hérna, hlutir eins og tækni framþróun innan sjónvarpsmarkaðarins eða hvað annað. Ég meina, Nova sko var hérna challenger á sínum tími að koma hérna, ég hef komin á 3G og fókusa bara á farsíma á þeim tíma í stæðin fyrir heimanett og svoleiðis. Síðan stækkar vörumerkið og hérna tekur inn og býður upp á heimanett, þannig kringum hérna eitthvað 2017 eða svo. En þá skora Nova á markaðin þegar kemur að sjónvarpi, kom með hérna Nova TV sem var app sem saminaði bara hérna margar sjónvarsrásir undir því. Jú, síðan liður tíminn og hérna, það verður bara síns tíma en bara sem dæmi hvað við erum að gera núna. Þú veist, nú erum við að bara skora á markaðin þegar kemur að sjónvarpi og við erum að bjóða upp á sjónvarpsþjónustur samkeppnisaðila á miklu betri kjörum en samkeppnisaðila okkar. Þannig að þetta snýst að finna nýja vinkla á hlutina og það er ekkert gefins. Nei. Sko, einu opin spurning hérna, hvernig maður hugsar Nova vörumerki í dag, verður gaman að heyra hvað þið finnst, sko, við skrifum hjá okkur skemmtilegt, hugrætt, augrandi eða hlýtt, kannski allt eða? Já, þú neldir þetta klálega með hérna fyrsta og gaman að heyra, þú veist, hugrætt. Við hérna, ég myndi segja að við stöndum fyrir 3 hluti og hérna, og vörumerkið á að endurspegla aðra 3 hluti. Þú veist, ég myndi segja gagnvart því hvað við viljum standa fyrir. Þá er grunnurinn þar bara skemmtilegt. Og ástæðan fyrir ég segi grunnurinn, þið getur hort á þetta bara sem trójuhesturinn. Þú veist, við erum að tala oft boring hluti, við erum að tala fjarskipti, þetta er bara vatn. Þetta er boring. Þetta er boring. En að gera það á skemmtilegan hátt með húmor eða með því að sjokkera, þú veist, setja nakið fólk í auglýsingu eða hvað, þá erum við að gera það sem svolítið hérna ferðamátin fyrir skilaboðin. En það sem Nova stendur fyrir er það að vera hérna áskorandi, er það að bjóða upp á virði og að standa fyrir þjónustu. Hafandi átt ánæðustu viðskiptaverðina senastu 17 ár. En vörumerki sjálft, þar horfum við alltaf svona, viljum tekja í 3 box, viljum vera fersk, öðruvísi og skemmtileg. Sko, ég verð að spyrja, 17 ári rauðum ánastu viðskiptaverðina, eru þið að gera þessar kannanir eða? Já, drokkar einn kannanir og hérna við kórunum okkur með þessu. Nei, þú veist, þetta er ótrúlegt. Þetta er magnað. Já, þú veist, þetta er ansi magnað, því þetta er náttúrulega, þetta er ánægjuvogin sem er verið að vísa í hana, sem er framkvæmt hérna í lok hvers árs fyrir nýliðið ár og þetta er, hvort þetta sé ekki mengi eða þýði af, þú veist, yfir hérna, meir en 1000 eða 2000 manns og þarna er verið að kanna hvaða viðskiptavinir eru ánægðastir og hérna Nova hefur í 17 ár samfleytt unnið hérna, þessa könnun og það verður bara erfiðara því flóknari sem vöru samsetningin er hjá fyrirtækjanum og þú veist, við sjáum það bara með tíð og tíma þegar við förum að bjóða upp á heimanett og sjónvarpsþjónustur að einhverju tægi og fleira, þá var þetta meira áskorun. Þannig að hérna, þetta var ekkert auðveldara með hverju árinu og þess vegna segjum við alltaf, þú veist, við erum ekki áskrift og
þess þá heldur skipti máli að vera með ótrúlega gott fólk í sögul og þjónustu hjá okkur sem að mætir í vinnu okkur mesta degi peppað að svara þér með rátirinn eða sjónvarpið sem að þarf að ávarpa. Já, talandi það áðurinn spurði best hefnaða herferð sem við höfum stýrt, sko, ég velti fyrir mér aftur gamli leiðilegi kallinn, sko, þú veist, auglýsingar af ykkur með blöss eða allsberð fólk eða eitthvað, sko, hvað gefur maður fyrir gagnrýni sem bara, heyrðu, vil ég ekki bara einbytta ykkur þessum því þið verið að gera það? Öll gagnrýni, góð gagnrýni. Já. En Skilur hvað við? Já, síðan velur maður aðeins bara svona hvað maður tekur og sem einhverja praktík. En það nú aftur, þú veist, til þess að gera eitthvað á auglýsingamarkaði sem að sker sig úr, þá góð tilfinning að vita því að það eitthvað sem hatar þetta. Já. Þú veist, annars ertu ekki að hreyfa við fólki. Þannig að svona, ef við erum að taka og prófa eitthvað efni á fólki, þá erum við að leitast eftir allavega einhver smá minni hluti, sko, að gefa okkur þessi komment. Já, mjög góða punktur. Og þá verð ég að spyrja, best hefnaða herferð sem þú stoltastur af sem nú tókstu hjá Nova? Sko, þegar ég að byrja hjá Nova, þá erum við að rúlla inn í bara risastórt verkefni, saman hvort þú talir það sem herferð eða sko svona margþáttaverkefni með nokkrum herferðum undir, þá var það verkefni að undirstrika virðið í fríðindaklúbnum okkar, sem hefur tekið á sig form í raun og veru 3 herferðum, en það klálega búið að vera sko skemmtilegasta verkefni sem ég tekið þátt í, að því að við erum búin að sjá notendur í appinu hjá okkur sem fríðindaklúbburinn aukast gigantist. Þú veist, við erum með við erum með mörg við erum með tæplega ég veit ekki hvort ég að fara í tölur sko. Nei, við erum búin að sjá mjög mikla aukningu í fólk sem notar appið og fríðindaklúbbinn hjá okkur og það hefur verið undir svona verkefninu mestur í peningin og herferðin þar, ein herferð þar sem hefur gengið rosalega vel og verið mjög vel tekið eftir og fekk nú einhverja tilnefninga til úður sem að við svo vann það ekki. Það klipp, þar sem við vorum að taka utanum eina vöru í fríðindaklúbbnum okkar sem mjög vinsæl og góð. Ég var 2 fyrir 1 Nova fyrir mörgum ára síðan, djúvill notaði með það var brilljant hugmynd. Fyrstir þar. Já, það ekki það? Allavega sem maður tók eftir. Þetta bara kjarnin í fríðindaklúbbnum og þú veist, og það gali hvað maður getur sparað hana. Og þess vegna hefur sagan okkar verið líka að borgaðu reikningin með fríðindunum. Þú veist, þú ferð einu sinni út að borða og nota 2 fyrir 1, þú ert að spara kannski hana einhver 3.000 krónur. Ég meina, gerði það, notaði klipp og frýtt stöff nokkuð sinnum yfir mánuðin, þú ert komin vel upp í bara einfaldar símareikning, sko. Og þetta svona, þú veist, þetta vekkferðin hjá okkur núna að taka betur utan um þetta og sína betur virðið sem þetta að gefa fólki. Og fyrirtækin ánægð með þetta líka? Mjög. Að ég meina, þannig eru bara að gefa tól til fyrirtækja að fá inn fólk á þeim tímum sem það kannski ekki að fá mestu traffíkina. Þetta brilljant. Út á að snýst þetta. Talandi að augra, menna, hefur einhver herferð hjá ykkur, myndirðu segja, talandi að vera með allsbyrð fólk í auglýsingum, ekkert erfitt að reyna að fara ekki yfir striki en samt æsa? Jú, klálega. Þetta þurfi samt alveg mikið til þess að fara yfir strikið, sko. Þú veist, við erum alltaf búið að setja allsbært fólk og það slapp, sko. En ég held ég verði bara að koma aftur á punktinu sem ég sagði á hann, sko. Þú verður eiginlega að móðga einhverja til þess að skapa umræðu og bestu herferðunar eru herferðunar sem að ná inn í fjölmiðla með einhverju umræðu saman hvort að sé sko málefni sem að herferðin snertir á eða herferðin sjálf, að þá það öflugast. Ég meina, þið sjáu bara herferðin sem að vinna flestu lúðrana núna fyrir rúmri viku síðan. Herferð sem að ávarpa hversu margar hólur í veginum á Íslandi. Og þú veist, það bara það vatt ansi mikið upp á sig og gott enn í það. Vekur hughrif. Eitt sem ég langar að spyrja, aðeins að fara í framhjálp við verðum að tala um það, við erum að tala um mann sem markastjóri á fjarskiptamarkaði, risastóra fréttir í vikunni, Síminn og Sýn, talandi um að vera áskorað á markaði, hvernig horfa svona breytingar við Nova? Jú, þetta náttúrulega, eins og segir mér að marka, það hlutin hreyfast ansi hratt og þú veist, ég held að flesti séu kannski ennþá að ná utan hvað þetta nákvæmlega þýðir. Nú náttúrulega hefur nú hefur Síminn verið að byggja meira undir miðlana hjá sér og bara hafa verið að gera fínt mót með því. Það þó alveg hellingur í okkar pípu svo sem að við höfum og höfum traust á. Þannig að
jú, spennandi fyrir þau en hérna, Fyrir bara við eitthvað fókusum bara á okkar sko. Já, hann á að gera þetta. Já. Sko, aftur, að því að við erum nú að kjarna þetta sem vörumerki og auðvitað í þessum skemmtilega þætti með brandi. Jú. Þú talaði um það að vörumerki sé ykkar verðmætasta eign. Það er sterk fullyrðing. Kannski, ef þú fær okkur aðeins hvað átt nákvæmlega við með því? Þetta mikið af... Ég hugsa bara alltaf til hérna minna persónulegu upplifunar þegar ég var einhvern tímann að kaupa rafmagn. Já. Og ég var á mjög þurri síðu þar sem ég átti allt í henni bara að velja eitthvað nafn. Auðvitað leita maður í það sem maður þekkir og eins og þegar hérna, kom inn á það áðan að við erum bara að selja vatn sko. Þetta er bara hérna, fjarskipti þú veist, þetta er bara einhverju innviðir þannig að sérstaklega í bransa þegar maður er að selja eins leita vöru og þar gerast þá skiptir vörumerki öllu máli það er bara engin spurning. Já, það er svo Af því að þú myndist á síman áðan, mér langar að spyrja það líka út í Nova sem að er að færa út kvíðarnar og við sjáum í kaupinu ofar sko, þetta er lengi vafist fyrir mér bara vöru samstæða Origo og þeir selja ofar, hvað er ofar ef ég má spyrja það bara opið og hvernig spilar það saman með Nova? Ofar er náttúrulega bara ótrúlega sterkt fyrirtæki þegar kemur að búnaðasölu þú veist hverskins hérna, búnaður erum ótrúlega flott vörumerki þau eru með Canon, þau eru með Sony þau eru með Lenovo þau eru með eitthvað frá Nvidia með þessa og ég er bókað að gleyma ykkur vörumerkjum Þetta er fyrirtæki sem að hérna, hefur lagt áherslu á að vera með þjónustu í forgrunni og skara fram úr þar þar ert að sjá mjög sterkan samhljóm í áherslu fyrirtækina nú hefur sett sig út fyrir að vera bjóð upp á bestu þjónustuna og ofar líka þannig að svona kultúr samlegðin og samfellan er hana hvað er ofar hérna og hver var spurningin? Þetta var bara mjög gott, eiginlega bara nákvæmlega sem ég vildi heyra sko, bara hvernig að spila saman og síðan hvað ofar er og þetta var ekki djúp spurning Já, nei, en ég get líka aðeins bara hvernig það Hvað er spila ofar? saman Já, hvað er ofar? Ég var komin alltaf mikið að skilgreina það sko. Nei, en hérna ofar náttúrulega líka þjónustar sko held að það hafi verið 80% af 500 stærstu fyrirtækjum á Íslandi og þú hérna maður svona ímyndaði sér það þegar maður þuldi upp þessi vörumerki líka og jú, Bose er eitt af þeim líka þannig að svona samlegar áhrifin sem þú ert að sjá þarna er það að Nova er alveg að horfa til fyrirtækjamarkaðarana og Nova á helling inni þar út frá þessum viðskiptasamböndum sem að þarna eru nú þegar til Nova er að fara miklu sterkar inn á búnaðarmarkaðinn með þessu jú, Nova er í vörusölu í gegnum sína einu verslanir en þú veist, verslanir okkar það er bara ákveðið mikið af búnaði sem þú getur komið inn í verslanum hjá okkur og selt, þannig við erum að stækka muna okkur þar og sömuleiðis er fyrirtæki eins og ofar eru að þjónusta hluta af markaðin sem við erum búin að stækka mjög mikið innan sem er þessi sérlausna markaður þegar kemur að til dæmis eins og gagnaverum sem er bara ört stækkandi markaður í ljósi þróunar á gervigreind og allri þeirri tækni og við erum búin að vera að þjónusta mikið af þessum gagnaverum og var sérlega mikið að búna til þeirra það er spennandi ángi í þessu jú, mikið af samlegar áhrifum Mikið, já, sýnist þetta að vera strategísmat Mér langar að spurði eitt af því að Nova Vestlarna það er talandi um að hitta fólk sem er að starfa eða var að starfa á Nova sem er áhugavert það er líka ákveðin upplifir sig að fara í Nova Vestlun sérstaklega að hittir á helviti góðan sölumann eða konu Er það að taka fólki í Selmiðis Penn skóla áður en þau byrja að vinna hjá Nova eða? Þegar þau eru með ansi góða sölumenn. Selmiðis Penn, ég var að reyna að heyra hvað það sagði. Nei, alltaf að sé ekki að hérna komin á alltaf að sé ekki að komin á bara onboarding prógramið. Jú, ég er líka bara að tala um þið eru með frábæra þjónustu og bara frábært sölufólk líka. Já, algjörlega. Það er hérna, það hefur alltaf verið mikill sölufókus í Nova, það er ekki spurning, þú veist, það er hérna eins og ég komin á hann, ráðið svolítið út frá karakterum, það þrífast ekkert allir í svona umhverfi, það er bara þannig. En það sem ég ætla að bæta ofan á það er að síðan eða fólk þegar stígur inn, það tekið bara í hérna 2 vikna kúrs. Það er svoleiðis. Sem ég kalli þetta heilaþvott og bara það má alveg gera það en hérna það er bara kúrs hvort sem það sé á kúltúrinn eða vörurnar og þjónustunnar og öryggismál og að því að það má ekki gleyma að þetta er bara lykilinnviðir
í landinu, fjarskipti, þú veist, þú þarft alveg að kunna á leikinn til þess að selja þetta og þjónusta fólk rétt og sala, það efsta form þjónustu, þannig að við horfum alltaf á þannig. Já. Þannig fólk þarf að vera með rétt þekkinguna og við leggjum allt í því í það að tryggja fólki það. Já, en það kannski, þessi tveggja vegna heilaþvottur kannski útskýrir okkur allir svona ánægðar þarna. Já, kannski, það útskýrir allt svo. Já, þetta spilar allt saman, þetta er bara greinlega mjög flott. Brilliant. Já, virkilega flott og gaman spjalla við Sigurbjörn. Mér langar að spyrja þig líka tengt af því að þú ert nú CMO og þið eruð að fara út kvíarnar á fyrirtækjamarkaði, sko, hvort að þú byggir upp vörumerki öðruvísi fyrir einstaklingsmarkað, það sem eru svakalega sterkir í farsemunum og síðan fyrir fyrirtæki, B2B. Já, þetta er stóra spurningin, þú veist, og ansi fín lína til þess að dansa á að því að þegar kemur að fyrirtækjamarkaði þá ertu bara oft að tala þú veist, mjög alvarlega hluti sem getur verið bara, segjum tenging þjónustu eins og banka eða tryggingafélags eða spítala þessuna sem má aldrei missa samband. Það getur bara verið það getur bara grundforsenda fyrir það að reksturinn virki. Þannig að við þurfum alveg að hugsa til þess hvernig við beitum svona þessum Nova tón, þú veist, að því að nú erum við með svolítið aðgreinandi raddblæ í okkar markaðssamskiptum. Við erum alveg að taka vissa nálgun á fyrirtækjamarkað hjá okkur og það er bara margt þar í pípunum sem verður mjög áhugavert að kynna bara á næstu misserum, sko. En þú sérð alveg að þú ert inn á okkar snertipunktum, þá erum við með öðruvísi útlit þegar kemur að fyrirtækja samskiptum hjá okkur. Það er til þess að geta leyft okkur að vera aðeins fínni típan af sjálfum okkur í þeim samskiptum. Þetta er bara svona, þú getur ímyndaðir að þú ert í tvenns konar mismunandi boðum, annað þess að þú þarft að vera ávarpa aðstæður aðeins öðruvísi og þess að þú ert aðeins meira léttleikandi. Klárt. Náttúrulega vendingar hjá Nova á síðustu mánuðum, forstjóraskipti, Margrét Tryggvadóttir búin að vera þetta mörg ára og búin að gera frábært starf í léttastörum og mín allra besta Silvía Kristín Ólafsdóttir tók við. Byrjum við því, söknuður af Margréti? Auðvitað, það er ekki annað en þetta sakna Möggu, sko. Já. Risa karakter og ógeðslega flott í því sem hún gerir og það er allir sammála því að sakna Möggu, það er ekki spurning. Kom þetta eins og þrjum úr heiðskýru eða kom þetta óvart? Einhvern veginn bæði og, þú veist, bara hún var búin að vera hana náttúrulega í 18 ár þegar hún setur punktinn aftan við þetta og búin að gera ógeðslega flott starf, hvort hún var búin að vera í þá þessu starfi, nú veit ég ekki nákvæmlega 5-6 ár. Hún talaði 7 ár, næstu tæp 2 svona forseta tímabil. Talaði að það væri bara fullkomið. Já. Og auðvitað sakna maður hennar, en það er alltaf spennandi að opna nýja kafla. Talandi nýjan kafla, það er alltaf búin að fá einn Silvíu þarna sko, auðvitað hún er bara nokkra mánuði í starfi, hún var samt ekki lengi að kaupa sitt fyrsta fyrirtæki, strax mætti vinnuna. Finnur fyrir einhverju stefnubreytingu með þessum forstjóraskiptum? Já, auðvitað er alveg smá breyting í taktinum og það er bara mjög eðlilegt þegar það kemur nýr forstjóri og ég myndi segja það er bara við því að búast. Jafnframt náttúrulega er á síðasta ári búin að vera mörgu stór skref í því að selja sendana til sendafélagsins og eðlilega samhliða því er komin ákveðin svona nýr kafli. Getur útskýrt það eins fyrir hlustendum? Já, Nova hefur fram að þessu átt sína eigin innviði þegar kemur að fjarskiptasendunum vítt og breytt Ísland. Hafa verið í samstarfi þar við Sín, Vodafone áður í því að byggja upp þetta net og þessi fyrirtæki hafa samnýtt sendana sína til að ná sem besta sambandinu út allt land. Síðan núna á síðara hluta síðast árs að þá selur Nova sendana sína til sendafélagsins en að vísu á þá 55% hlut í sendafélaginu og út frá því skapast tækifæri til þess að fjárfesta þeim pening í einhvers konar ný tækifæri sem er svolítið fasin sem við erum stödd í núna og þess vegna segi ég, hvort sem að sé forstjóraskipti eða líka það er bara svolítið nýr kafli að opnast. Já, og talaðu um nýja kafla, ef við fáum að spóla aðeins fram með tíman 3, 5, 10 ár, hvað sérðu Nova að vera? Hvað langar þið að gera með vörumerki?
Ég held að hérna, þú ert kannski ekki alveg með mannin í herbygginu til að fara að taka hérna 5-10 árin sko. Ég get alveg hérna, ég get aðeins sagt bara hvar hérna, fókusin okkar er núna. Okay. Ef ég bakka bara aðeins yfir í hérna, nýliðið ár. Nova kaupir 20% í Dynout til dæmis í apríl, minnum að það hafi verið á síðast ári. Það er bara hellingur spennandi framöndan þar í því að halda áfram að byggja upp stærsta vinsælegasta, bara samkvæmt markaðsrannsóknum svo það sé á hreinu, fríðindaklubb á Íslandi. Þar er Nova og Dynout að byggja á því að Dynout er með sko yfir 18 stafræna lausnir til veitingastaða og allskyns þjónustu aðila á Íslandi. Og Nova og Dynout eru þar að sauma saman sínar lausnir til þess að þessir mismunandi aðilar, hvort sem að séu veitingastaðir eða annað, geta boðið upp á fríðindi í Nova-klubnum. Nova-klubnum, hérna, fríðindaklub Nova. Þannig að hérna, það er ótrúlega spennandi að halda áfram að byggja upp þá vegferð sem að sko aðgreining Nova á farsímamarkaði út frá fríðindaklub, út frá það að þú á endanum borgar ekki reikningin heldur ertu bara að vinna á reikninginu þínum í gegnum annað sem þú ert að gera í þínu dagstaglega lífi. Þannig að það er ótrúlega spennandi framöndan. Já, hagkerfi, spennandi. Já. Sigurbjörn, við erum að renna út á tíma meðan hálftíma en það er búið að vera hrikalega gaman að spjalla við þig, fræðast mér Nova en líka bara sjá, sko, þú ert ótrúlegur holdgerfingur þess sem að Nova stendur fyrir og maður sér það alveg að bara maður fyllist orku á að tala við þig, sko. Þannig að áður en við kveðum þá kannski Sigurbjörn bara lokaorð hvað er það besta sem Nova er að gera þetta og hvað mun það halda áfram að gera? Hvað er það besta sem Nova er að gera í dag? Ég myndi segja hérna, það er það fyrst og fremst að búa til stærsta fríðindaklubb á landinu og að halda áfram að bjóða upp á lang bestu þjónustuna. Þú veist, það er þetta tvennt sem við bara erum ógeðslega góð í. Sigurbjörn, takk hérlega fyrir spjalli. Takk fyrir komuna. Takk.